Gerir það þig brjálaðan þegar þú getur ekki fundið eitthvað í verkstæðinu þínu eða á samsetningu? Hreinskilnislega, ég verð alveg brjálaður og mest reiður út í sjálfan mig fyrir að geta ekki skipulagt hlutina í verkstæðinu mínu, einu sinni fyrir öll. Sennilega vegna þess að úrvalið af skipuleggjendum, kössum, töskum, gámum og pókum er svo fjölbreytt að það er erfitt að átta sig á því og af ótta við að velja eitthvað óviðeigandi geymdi ég festingarefni í kaffikrukkur, þar til nýlega. Góðan daginn, ég heiti Tómas Krausenski og ég man mjög vel eftir þeim tíma þegar hápunktur handverks skipuleggjenda voru sultukrukkur, festar með skrúfum lokum á neðri hlið einhvers skáps. Gullna tékniska hendur. Jæja, sem betur fer það liðin tíð. Virðulega staðgenglar fyrir sultukrukkur eru fáanlegar í miklum fjölda afbrigða. Val á efni, litum, stærð og útfærslu er alfarið í okkar höndum. Ég myndi leyfa mér að deila 2 athugasemdum úr eigin reynslu. Það er mjög praktískt ef hægt er að taka allan skipuleggjandann eða að minnsta kosti einhvern hluta hans með sér út úr verkstæðinu. Við hliðina á skipuleggjendum sem eru fastir á vegg eða settir á borð eru einnig til flytjanlega gerðir sem hafa auk þess úttakanleg hólf og bestu eru sjálfstæð lokuð hólf með möguleika á að hengja á belti. Sjálfsagt ætti efnið að vera endingagott og samt gegnsætt, svo við höfum yfirsýn yfir innihald hólfsins. Meðan skipuleggjendur eru ætlaðir fyrir litla hluti, íhluti og festingarefni geta kassar tekið við stærri hlutum eins og fylgihlutum fyrir rafmagnsverkfæri en einnig ljósgjafa, rafmagns- og samsetningarefni, ílát með málningu og límum og svo framvegis. Verkefnið er þó í grundvallaratriðum það sama, þau að geyma verkstæðsbúnað á skipulegan hátt og vernda hann fyrir ryki. Þess vegna eru þeir oftast gerðir úr gegnsæi plasti, sem er mismunandi mótað til að auka styrk. Mótunin tryggir einnig getur til að tengja saman fleiri eins kassa með einhverju læsingu, eða að minnsta kosti möguleikann á að stafla kössunum. Sjálfur er ég frekar fyrir að geyma hvert kassa fyrir sig, því að komast að þeim sem er alveg neðst. Þegar nokkri standa ofan á hver öðrum, það er eins og refsing. Ef þú vilt stafla kössunum, fáðu þér þá sem hafa hliðargat. Áhugaverð tegund er samanbrótanlegur kassi sem tekur mjög lítið pláss þegar hann er samanbrotinn, en þú færð einfaldlega og fljótt geymslurými, allt að 30 lítra og með sterku loki. Tilvalið í bílinn og alls ekki bara fyrir verkfæri. Ég leyfi mér að skipta töskum í 2 grunnflokka. Fyrsta tegundin eru skeljatöskur og töskur, sem minna á ferðabúnað okkar. Við getum nýtt innra rúmmál þeirra alveg eftir eigin geðþótta. Önnur tegundin eru töskur sem sameina rúmmál kassana með yfirsýn skipuleggjenda og bæta við getur til auðvelds flutnings. Töskur óháð lögun og stærð einkennir fyrst og fremst einhvert handfang og oft einnig hjól. Fyrsta nefnda tegundin inniheldur töskur og kistur af ýmsum rúmmálum og hlutföllum, svo við getum valið þá sem hentar best fyrir tiltekna þörf. Það er praktískt þegar þær eru búnar gúmmígerðingum til að koma í veg fyrir vassinnrás og auga fyrir hengilása og innsigli. Stærri útgáfur hafa, auk fellalegs handfangs, einnig útdragalegt handfang og hjól. Hágerðaplast, eins og pólýpropýlen, tryggir mikinn styrk og langan endurtíma. Hluti af vatnsældum töskum er einnig loki sem útrýmir ofþrýstingi eða undirþrýstingi við lokun eða opnun loksins. Vatnsæld taska getur einnig þjónað til, öruggra geymslu viðkvæmra rafeindatækni, bæði heima og á ferðalögum. Taskan getur þó einnig verið eins konar blendingur milli kassa og skipuleggjenda. Þessi tegund er mest útbreidd meðal iðnaðarmanna, handverksmanna og áhugamanna. Leið og ég þarf að fara út úr verkstæðinu í einhverju uppsetningu, fylli ég hana með verkfærum, festingarefni og alls konar fylgihlutum. Töskurnar bjóða yfirleitt upp á aðallínu án skiptinga með innleggi fyrir smáhluti. Þeir innihalda oft lokaða skipuleggjendur, hvort sem þeir eru fastir við töskuna eða fjarlægjanlegar. Yfirleitt er gott að hafa nokkra mismunandi töskur, því samsetning búnaðarins er mismunandi eftir því hvaða verk er framundan. En stundum þarf ég, svo að segja, hoft verkstæði. Þá kemur sér vel að hafa eitthvað fyrirferðar meira á. Helst á hjólum, því fullhlaðin taska getur vegið 20 kílóa. Allt í einu. Þannig má lýsa mátakerfum sem minna á bærilegt verkstæði. Við getum sett saman kerfið eftir þörfum. Við þurfum því ekki að draga með okkur hálftóma kistur, heldur aðeins á hluta sem við fyllum. Slíkur gámur getur einnig virkað sem geymslurými í verkstæðinu, þannig að við þurfum ekki að fylla hann í hvert skipti og svo tæma aftur. Þvert á móti getum við alltaf haft allt sem við þurfum við höndina og á sama stað, bæði í verkstæðinu og á vettvangi. Verkfæratöskur eru annar valkostur við ferðatöskur. Hefðbundnar leðurtöskur hafa nú samkeppni í formi töskur úr endingagóðu textílefni. Þær eru léttar og mjög fyrirferðarlitlar þegar þær eru tómar. Þær eru þægilegar að bera yfir öxlina og laga sig betur á lögun en kistur. Þær vernda ekki innihaldið eins og skel, en fyrir minni uppsetningar eru þær fullkomnar. Það er nóg að velja stærð og lögun.
hvort sem það einfalt skipulag eða með fullt af bólum, litlum og vösum, einfaldar eða bólstraðar töskur. Sérstök gerð eru beltistöskur, sem líkjast veski. Smíðir í Norður-Ameríku geta ekki verið án þeirra og nú eru iðnaðarmenn okkar einnig farnir að kunna að meta þær. Sjálfur hef ég notað slíkt belti í mörg ár og ég get ekki verið án þess. Og aftur höfum við val leður eða gervefni með mismunandi fjölda og stærð vasa og á ímynduðum toppi eru töskur með bólstruð belti og axlarólum til að dreifa þyngd verkfæra. Til að draga þetta saman í lokin, þá engin ástæða til að hafa óreiðu í verkstæðinu og alltaf vera að leita að einhverju á vettvangi. Kannski munur ráðin mín hjálpa þér við að fá þér hentugt geymslukerfi, hvort sem það fyrir verkstæðið eða á vettvangi.